Á húsa.is, húsasmiðjan. Já, komið sæl. Lægðirnar eru aðtana sig hér suður af landi og reyndar eru með smá lægðar afsprengi hér rétt austur af landinu klukkan 18 í dag, eins og þetta kort sýnir, en það eru norðaustlægar átti hjá okkur þessa stundin og dálítið vindasamt á norðvesturhorni landsins, en það jafnframt nokkuð milt og fór hiti hæst í tæp 18 stig hér á suðvesturhorninu og á höfuðborgarsvæðinu. Og það svo sem ekki mikið að breytast varðandi þessa stöðu næstu helgina. Við sjáum að lægðirnar verða nú svona hér suðaustur eða suður af landinu, nokkuð þéttar þrýstilínur, sérstaklega yfir norðvestur hluta landsins. Og það sem meira er að það mun rigna nokkuð drjúgt á Norðurlandi í kvöld eða sem eftirlegu kvölds og fram á morgundaginn, og síðan meir tekur úrkoman þá við á suðaustur og austurlandi. En milt í þessu, hlýtt loft, þó vissulega kom eitthvað svona blár biti hér inn, en þá staldrar hann nú ekki lengi við og verður áfram nokkuð milt hjá okkur allan fram í miðja næstu viku. Og nærstuðinu þá sjáum við að það töluverð úrkoma hér klukkan 19 norðan til á landinu og verður það sem eftir lifir þessa kvölds. Viðbúið að geti fallið jafnvel 40-50 millimetrar svona staðbundið í þessari fyrstu skvettu sem kemur inn. Það heldur kemur síðan annar bakki inn þá í fyrramálið og svona heldur slitróttari úrkoma þar og í minna magni. En það eru áfram þéttar þrýstilínur hér, sérstaklega hér vestan til á landinu og þá norðvestan til fyrst og fremst á klukkan 14 á morgun og einhverja úrkomu farið að gæta hér suðaustanlands. Hitatölur almennt segja þetta á bilinu 5 til 8-9 stig fyrir norðan, en við fáum vantarlega hita upp á 15, 16, 17 stig hér sunnan til og það verður vantarlega bjartast á hér á suðvesturhorninu og þá sérstaklega við Faxaflóann. Og síðan í framhaldinu að þá sjáum við dregunu úr þessari úrkomu norðan til þegar líður á morgundaginn, en það verður nokkuð áköf úrkoma hér á suðausturlandi og austfjörðum allan morgundaginn og vel fram á sunnudag. En klukkan 14 á sunnudaginn þá sjáum við að svona aðeins búið að snúast þetta mynstur, það er orðið bjartara fyrir norðan og hitatölur hafa nú stigið nokkuð hratt og vel þar. Á meðan að það er svona þyngra yfir hér sunnan til á landinu og mun rigna þar á köflum. Á þessum eftirlifið síðan sunnudags þá dregur smám saman úr vindið og vissulega getum við reiknað með úrkomu nokkuð víða, slitróttri þó, og síðan nú orðið afar úrkomu lítið þegar við komum fram á mánudaginn og vindur til þess að gera hægur og bjartviðri að mestu leyti á vesturhelmingi landsins, en það getur rignt lítilega á norðausturhorninu og þá sérstaklega úti við ströndina. Og hitatölur svona ekki mikla breytingar í þessu, við erum almennt séð að tala hita þetta 10-15 stig, en sums staðar úti við austurströndina einhverjum gráðum lakari hiti. Og síðan ætlar þetta að halda áfram á svipuðum nótum þá á þriðjudaginn, en síðan benda spár til þess á miðvikudag og fimmtudag þá verði vindátt meira norðlæg og kaldara loft fara að sækja að okkur úr norðri. En hvað var það veður í Evrópu, og þá sjáum við að það eru nú svona skúraflekkir víða í Vestur-Evrópu sem og í Skandinavíu, skúraleðingar þar og þrumuður á köflum, og þetta tegir sig runni lengra til suðurs í álfunni eins og við sjáum hér. Þó fínt á Balkanskaga og Ítalíu þegar sunnandraugur 30 stig hiti í Róm og sólríkur dagur í vændum þar, og það á einni við þá að vegnunum til á Íberíuskaganum. Og það ætlar að vera sólríkt líka á Kanaríum á morgun eins og þessi spár ber með sér, og jafnvel svona ívið heitara heldur en svona gengur og gerist að meðaltali. Allan heiti víða þetta farin að slaga nærri 30 stigum. Og í Norður-Ameríku þá eru svona háþrýstisvæði yfir miðríkjunum og hitatölur yfir 30 stigum þar og sólríkt að mestu leyti, en það víða í Klettafjöllunum reikna með miklum dempum á morgun og jafnvel skúraleðingum.
En það sem svona helst að frétta hvað var það veðri hjá okkur á til morguns að það verður stíf norðaustanátt hér á landinu, það mun rigna duglega á Norðurlandi fram á morgundaginn og síðan tekur úrkomuna við hér á Suðaustur og Austurlandi. En svo setja gott að vera í dag, verið sæl.